Það ágætt ámann. Þetta snýst okkur. Ég ætla líka að vekja athygli á því að hér í Hafnarfirði er tillaga að nýrri stjórnarskrá. Alþingi Íslendinga hefur séð sóma sér í því að láta breyta gilda fyrir En ég veit og það er ungur maður sem að getur bara og hann er að selja þetta Það er liðsaukinn, hann átti að koma til í lokin, hann er full snemma en það er bara við fögnum þeim. Hérna eru þau komin. Þetta er óæft, þetta er flott. Þetta er flott. Þetta er flott. Þið ætluðu að koma hér í lok fundarins og við ætluðum að labba með þeim út á torg. En verið þið velkomin og hér fara fánar fíblana. Ég veit ekki hvort þið munið eftir því þegar við vorum kölluð fíbl og öðrum ónefnum af því að við stóðum hér og mótmæltum veturinn 2008 og 2009. Þetta er samstaða við öll, við 99,99% mannkyns gegn 1% elítunar sem að arðræna okkur. Það er bara nokkurn veginn hlutfallið. Nú, aldrei fyrr í mannkynssögu hefur almenningur verið jafn samtaka og ákveðin og einmitt á þessum degi að sýna nafnsum gegn rótgróinni spillingu í stjórn og fjármálum. Þess vegna erum við hér. Þess vegna erum við líka út á lækjarflækju. Og ég kann beina athyglingar og áhuga á þessari hreyfingu. Hún telur núna milljarða heiminn sem að taka þátt í þessu. Það er krafa almennings að hlutunum sé kippt í lag. Við ætlum ekki að sætta okkur við þessa kúgun fjármála heimsins. Ef ég þarf að rækta mitt eigið grænmeti til að borða, þá kem ég til með að gera það. Og við þurfum að fara að rækta okkur sjálf. Við þurfum að fara að rækta samböndin okkar sjálfra við fólkið í kringum okkur. Það þurfum við. Það er skuggastjórnir, þær standa á baki ríkisstjórnir, löggjafarvaldið, leggja undir sig dómstólana, skólana og fjölmiðlana. Við erum aðeins mötuð á því sem hentar fjármálakerfinu og eigendur þess. Og það var haldin ræða hérna 1922 í New York, þar sem að borgarstjórinn í New York var að lýsa upplifun sinni á bandarísku þjóðfélagi. Það er bara beinlýsing á íslensku þjóðfélagi í dag. Nákvæmlega eins. Þannig að ef við ætlum að breyta líf okkar og breyta heiminum, sem að menn nú mikið að tala og þannig að breyta fundinum í einhverju líf og heilsu, þá þurfum við að afnema þetta fjármálakerfi. Það sem valdið er í höndum fólksins. Það sem peningarnir, ef þeir skulu vera, flæða til allra. En ekki þessa 1%. Manngildi ofar raungildinu. Niður með bankana. Upp með fólki. Niður með bankana. Upp með fólki.